Góðan daginn, gott fólk og velkomin til þessara stundar. Við erum nú farin að kannast aðeins við þær og eigum von á góðu eins og í hinskiptin. Rigning úti og enn mánudagur. Nú með hvað í röðinni í þínu lífi veit ég ekki, en ég líklega reikna með að þú hefur lifað allavega fleiri en 2. Fyrir eftir í á hvaða aldri þú ert, hvað eru orðnir margir. Mánudagur, þriðjudagur er veru skipt ekki máli. Heldur, hvernig ætlar að nota þennan dag? Þú ert búin að nota alla hina dagana á undan í eitt og annað og þeir skipta í sjálfu sér ekki máli nema því leyti til að þeir ætla að gefa þér reynslu. Og svo má spyrja sig spurningarinnar, hvernig hefur þú og ég og við verið að nýta okkur þá reynslu sem ágætt lífið hefur fært til okkar? Er þetta ekki svona spurningar sem alveg má velta fyrir sér? Hefur mitt líf verið farsælt? Hefur mitt líf verið merkt heiðarleika og drengskap? Í raun og veru var það með ekkert þitt svar við þessari spurningu og veist af hverju? Af því þú ert ekki ég. Og þú þekkir ekki mitt líf frá A til Ö, jafnvel þó þú segist gera það. Að þá gerur það ekki. Já, ég hef varið minni ævi í drengskap og heiðarleika og stend í keikur enn þann dag í dag. Og ég hef nú reynt að segja sannleikann. Segi ég sannleikann? Ég reyni það. Hvað með þig? Sumir reyna það ekki. Þeir eru konum með sjálfa sig út í einhverja allt aðra sálma og eru því hættir að reyna að glíma neitt við sannleikann. Þeir olbúa sig áfram, sumir, fyrir hvern? Sjálfið, af hverju? Einn daginn fara þeir. Sama hversu mjög þeir olbúðu sig áfram, þá vitum við hvar þeir enda. Þeir enda upp í kirkjugarði. Það sem einhver sagði að allt góða fólki veri. En góða fólkið, ef það er þar, ég er ekki sammála því að það sé allt þar. Því að góða fólkið, ef það er til, þá er það nú bara í kringu þig. Og hvernig kemur fram við náungan? Ég veit það ekki, þú ert ábyggilega mjög sáttur við það hvernig þú kemur fram við náungan, það er ég vissum. En þú ert stundum upp á kantiðan, af hverju? Allan hafið þú ekki eitthvað gert á þinn hlut, eða ekki, það er nóg að toppstykki meðtaki það sem ykkur árás. Þannig að við erum bara veiklunda vafið fólk sem þurfum að viðurkenna þá staðreind að svona er þetta. Og hvað stendur þú eftir? Utan hvern drögum við núna hring? Veistu það, í alvöru tala þá hef ég ekki hugmyndum utan hvað þú dregur hring. Ég bara hef ekki hugmyndum það. Þú segist vera Kristur. Af hverju fylgir þá ekki Kristi, ef hann er þinn? Af hverju gengur þá ekki veginn sem hann er að boða úr því hann er þinn? Ertu kannski að reyna að breyta verkslaginu í honum með einum og öðrum hætti? En þá er ég víst að hryggja þig með þeirri staðreind að þú getur það ekki. Þú hefur ekkert með hans verkslag að segja, en hann segir, hlýddu því, fylgdu því. Vertu með mér í þessu. Og það er þess vegna sem við erum að boða góðu fréttirnar, að við viljum að bæði, að einstaklingar þeir fylgi honum sem er þetta góða í þessum heimi. Þú ert ekki þetta góða í þessum heimi. En þú getur alveg boðað þetta góða í þessum heimi, en sjálfur ertu það ekki. Hvorki ég eða þú.
En við erum guðsmenn, við erum ærlegt fólk, heiðarlegt fólk, sem að stígum skrefin okkar í drengskap, að því það getum við. En menn gera það eða gera það ekki, því að þeir hafa þennan valmöguleika í hvor áttina þeir fara með sig sjálfan. Góða fólkið er hér, það er ekki upp í kirkjugarði. Það er hér. Það er að segja, takið það þá ákvörðun að vera þetta góða fólk. Sumir ná marki þar, aðrir öðrum gengur það ver. Af hverju? Af því það býr alls konar í hverri manneskju sem er að togast á við það þetta góða. Góða fólkið er ekki upp í kirkjugarði. Það er á meðal okkar. Fólkið er þar, gangandi á sínum tveim jafnfljótu, gerandi alls konar í deginum og margir að vinna hreint frábær verk. Og þú hefur oft unnið frábært verk, en þú eins og allir aðrir hefur ekki alltaf verið þar. Og við getum alveg sagt hvert með okkur sjálfu, því miður þá hefur það nú verið þannig. Af hverju tölum við svona? Að því við erum ærlegt fólk. Og ærlegt fólk kemur fram með þetta og hitt, að því að þetta er sannleikur. Við þurfum ekkert nema sannleikan. Það langt sé að maður átt að segja á þessum sannleika, að við þurfum ekkert nema sannleikan. Heimurinn hefur mikið gleymt þessu og er alltaf meira að gleyma því að hann þarf að segja sannleikan. Og að því að heimurinn er eins og hann er, segir ekki sannleikan nema hálfgildings, er ástandið eins og það er. Hvernig er ástandið? Horfðu bara upp og líti kringu þig og þá sérðu og veistu allt ástandið. Þá veistu allt hvað er að gerast. Ekki vera blindur. Ekki horfa undan því sem er að ske. Talaðu það. En gættu þess að tala þá rétt það ef þú ferð þá leið að tala yfir höfuð þessi mál. Talaðu rétt þau. Og mettu sjálfur og sjálf með eigin augum og athygli hvað er að gerast. Er ekki aðri færar þetta? Það getur vel verið að þú sért á þeim stað að aðri séu færari en þú allt sem gert er. En það er ekki sjálfstraust. Það er brotin sjálfsmynd sem talar svona. Þetta þurfum við líka að rísa upp úr. Því að þú eins og allt annað fólk ert vel fær að greina frá því sem þú ert að reyna og hver veit það betur en þú. Akkur getur ekki þín reynsla notið góðs sem kennsla og leiðsögn til annara eins og bara þú ert að sjálfur og sjálf að þiggja þetta frá hverjum, einhverju fólki. Við getum verið þetta fólk. Þá erum við ekki lengur eitthvað fólk, einhver stað, heldur erum við manneskjur sem við verum að segja það sem er. Til vinsældar fallið. Hvað er til vinsældar fallið? Spyr ég nú bara. Er eitthvað til vinsældar fallið? Og hvaða máli skiptir vinsældir eða ekki vinsældir? Segjum bara það sem er. Segjum bara sannleika, svona er þessi hlutir og svona vill ég benda á þá. Og núna á þessum stað í sannleika erum við komin í fótspor lifandi Guðs, lifandi Drottins sem gerði þetta. Hann talaði sannleika, hann talaði umbúðalausan. Hann var ekki leið bendandi fingur. Og við þurfum heldur ekkert að vera einhver bendandi fingur. Bendandi fingur er ekkert annað en mynd af ásökunar hreim og tóni. Ekki?
Við þurfum á Jesú að halda, svo sannarlega þurfum við á honum að halda. Ef við þurfum á einhverjum að halda, þá þurfum við á Jesú að halda. Hann er þetta góða í deginum. Hann lifir. Hann er ekki upp í kirkjugarði. Einn af góðum mönnunum þar. Hann er hér og nú. Hann er að tala til þín. Hann er að tala til þín í gegnum hann konna gamla. Það er staðreyndin. Oft hefur hann talað í gegnum þig og nefndu bara þitt nafn. Hann er að nota lifandi fólk í deginum til að segja það sem hann vill að við heyrum. Og þá má leggja við hlustir. Því að þegar hann opnar munn sinn, skulum við vita að það er alltaf til góðs. Og hann getur nota fólk sem hann veit að hann getur, sem er hans megin í þessu. Aðra getur hann ekki notað, nema þeim fólki sem er hans megin. Og hvaða orð annað er yfir þetta? Trú. Á hvern? Hinn upprisna drottna Jesú Krist. Og auðvitað viljum við vera þar. Sumir eru þar. Sumir telja sig vera þar. Og það er ekki sama. Þarna þarf það að vera alveg viss. Og hvernig verður alveg viss? Skoða bara lífið þitt. Og þú getur metið út frá því hvernig þú lifir og orðið alveg viss. Að þú sért bara, já, hreinn og beinn kristinn maður. Það verið slæmt að þú kæmist að einhverju öðru. En ef þú fórst í svona skoðun, þá skaltu taka þeirri niðurstöðu sem kemur og vinna með það ef einhvað þarf að laga, og þannig er þetta nú með okkar líf að við þurfum alltaf að laga einhvað. Bæði ég og þú. Og þess vegna erum við að gera þessi verk sem við erum að vinna, að við viljum vera ærlegt fólk. Og við segjum að því við getum það. Þannig að við erum ekki fólki sem erum að pukrast. Heldur erum við fólkið með ljósið á okkur. Að því við viljum að það sé opinbert sem við gerum og sé ekkert í felum. Er hægt að lifa svoleiðis lífi? Ég hef nú gert það, já. Lifa svoleiðis lífi. Og ég er ekkert einn um það. Við erum mörg á þessum stað. Ærlegt fólk. Ég veit ekki hvernig þú tekur þessu. Af því ég er ekki þú og ég veit í sjálfu sér ekkert hvað fólk er að pæla. Bara akkurat ekki neitt. Þannig að ég er fyrir margt löngu hættur að vera að velta því eitthvað fyrir mig hvað aðrir er að pæla. Mér nægir alveg mínar eigin pælingar. Ég get sveikt þær hvert sem ég vil, alveg eins og þú. Og ég reyna að sveigja þær inn á lifandi Guðs, líklega eins og þú. Ef við þurfum að heyra sannleikan, fluttan frá hæðum. Og hver er hæfari til þess en maður, kona sem Drottinn sjálfur hefur sett fram. Hver annar í raun og veru er og getur verið hæfur til verksins nema fólk sem að Drottinn sjálfur hefur tekið frá. Og svo mikið veit ég að þú þekkir hvernig Drottinn vinnur, að þú tekur undir svona orð vegna þess að þú getur ekkert annað. Þetta er bara borðleggjandi sannleikur. Og það er eina sem að heiminu vantar, hann á allt. En hún vantar sannleikan. Akkur vantar hann sannleikan, hefur hann ekki aðgang af sannleikanum, hann er búinn að taka hann til hliðar. Það er vandir sem við erum að eiga. En auðvitað kemur sannleikurinn fram aftur. Hann lætur ekkert íta sér til hliðar neitt nema stundarsakir. En hann leyfir að sér sig ítt til hliðar vegna þess að maður, kona, hefur völd.
Og sumir af þessum mönnum og konum berjast trúarina góðu baráttu, en bara sumir. Hvað hitt fólkið að berjast? Það að berjast fyrir sínu, koma sínu að og svo framvegis og svo framvegis, og þetta miklu nær fólki en menn og konur gera sér í hugarlund. Þannig við sjáum hvar átökin eru, þau eru þarna, í hverri mannesku. En allt þetta fólk hefur aðgang að lifandi Guði rétt eins og ég. Rétt eins og ég. Og við getum lagt gott til manna í kring, af því þeir eru lifandi manneskjur alveg eins og ég. Við getum svo sem farið upp í kirkjugarð og lagt blóm á leiði fólks, ef við viljum það. En ég spyr, til hvers er það? Mögulega gleður sjálfum að þið og þá er þetta í góðu lagi með, en í öðru leyti er ekkert gagn af þessu. En þú auðvitað mátt þetta. En góða fólkið er ekki þar, ég lofa þér því. Því að fólkið sem er þar, það er farið, það er ekki lengur það sem það var. Því að lífið býr í hjarta mannsins. Og þegar maðurinn deyr, þá fer þetta líf úr hjarta mannsins. Og hvert? Þangað sem þú valdir. Og þannig erum við komin á stað sem gerir trúna alveg grafalvarlegt mál. Þú nefnilega velur hvert þú ferð. En þú ert ekki upp í kirkjugarði, því get ég lofað þér. En einhvers staðar ertu. Hvar? Ég reyni ekki einu sinni að velta því fyrir mér hvar. Því að ég er ekki Guð. En Guð veit hvar. Og ég veit hvernig ég skilaði mér á réttan stað, og það er með því að lofa Drottinn í dag. Trú á hann umfram allt annað. Og til að styrkja trúna sína, þá gerir maður þau verk sem Drottinn býður. Þannig viðhelst trúin. Við göngum fram í hlíðni í verkum lifandi Guðs. Þaðan kemur blessunin til manns og konu. Frá þessu fólki sem að þannig talar kemur blessunin til mín. Þannig virkar þetta allt saman. Og viljum við þetta? Ég bara veit ekki hvað aðri menn er að pæla. En ég vill þetta, já. Ég get ekki svara fyrir neitt nema sjálfa mig. Og þetta er það sem ég vil. Og kannski þú líka. Og þá ert þú bara einfaldlega á sama stað og ég. Og getum við þá ekki sagt til hamingju með það. Ekki að vera á sama stað og ég, heldur að hafa valið rétt. Það er það sem við erum að tala um. Það er að velja rétt. Og hvað er rétt? Ótal spurningar sem að skella á okkur. Hvað er rétt? Ég get alveg sagt þér hvað er rétt. Það er rétt að hvort sem er mér eða þér að trúa á hinn upprisna Jesús. Þá ert þú með sjálfan þig á þeirri leið sem að líka er rétt. Þú ert á leiðinni til himins Guðs. Og þú getur verið 100% viss um þetta. Og þegar þú ert orðin 100% viss um þetta, þá líka veistu loksins hvert þú ert að fara og hvert þú ert að stefna. En þegar að líka sofnar svo kallað, þá ert þú ekkert lengur þar. Þetta er það sem orð Guðs kennir. En ég er auðvitað ekkert að banna mönnum að leggja leiði leggja blómshaug á leiði látins ættingja. Ef menn vilja það, þá gera það áfram. Ég bara segja, viðkomandi er ekki þar.
Hann er farinn. Og suma sem eru farnir, eins og við tölum veit ég hvar þeir eru. 100%. Ég veit að þeir eru komnir til drottins, en ég veit ekki alla sem hafa farið hvort þeir enduðu þar, af því ég vissi aldrei hvar þeir voru að þessu leyti. En þú veist hvar ég er. Þú veist að þessi maður tilheyrir Jesú. Þannig að þú þarft ekkert að velkjast í neinum vafa það hvar hann endar. Og ég geri það ekki heldur. Ég veit það. Og þetta er þess vegna sem við erum að þessu, að við viljum að þú vitir það líka fyrir þig. En veistu það? Ertu alveg viss? Sértu trúið manneskja, já þá held ég að þú sért nú alveg viss. Því að gjöf heila sanda sem er uppafið að trúni í hverri manneskju, það fer ekkert framhjá henni hvað gerðist. Gangan er allt annað mál. Þess vegna rekjum við alltaf þessa okkur sjálf og trúar okkar til upphafsins, þegar við fylltust þessum heilaga anda. Og við höfum verið að fræða okkur í orðinu og við segjum, Drottinn segir sjálfur hann, sjá ekki eftir neinu. Af hverju segir hann þetta? Til að uppörfa okkur, því hann veit gönguna. Og allar spurningarnar sem koma af göngunni, á göngunni, hjá mér og þér. Því okkur mætir alls konar á lífsleiðinni. Og menn er ekkert alltaf neitt rosalega þægilegir við okkur á þessari lífsleið. En Drottinn er hinn sami. Þess vegna þurfum við að rækta okkar trú og þá vitum við nákvæmlega hvar við stöndum. Og meira, við vitum nákvæmlega hvert við erum að fara. Við þurfum ekkert að vita neitt meira en þetta. En trúin er baráttumál á milli daga. Og ég held við vitum flest af hverju þessi baráttu er í gangi. Ég segi, erum að togast á inn í okkur. Þar eru öll þessi átök. Og þar er heilagur andi að vinna því hann veit að við bara blínum á sig í okkur sjálfum. En það er lenska hjá bæði mér og þér og okkur öllum að við vörpum af okkur þessum byrðum yfir á aðra manneskju. Þetta er lenska hjá okkur fólki. Og veistu hvað þetta hófst? Þetta hófst þegar syndin varð veruleiki í þessu lífi. Við munum hvað Adam sagði og Eva. Já, kona sem þú gafst mér, hún teldi mig. Hvað er þetta annan að varpa af sjálfum sér byrðum? Hvað er þetta annan hrein og bein afsökun fyrir því sem gerðist? En þetta er ekkert svar frammi fyrir Guði. Hann segir, Konráð, þú valdir þetta sjálfur. Jú, þetta var talað til því og þú tókst við því. Það er akkilísarhællinn. Það er þetta ranga við þetta. Þannig ekki varpa þessu yfir á aðra, berðu þessa ábyrgð. Því hún er þín. Þetta er það sem maður vill heyra frá okkur. Að við berum ábyrgð sjálf á því sem gerðist. Því við vitum, ef við aðeins stöldurum við þarna, að þannig er þetta. Við þurfum ekkert að láta nein orð frá nokkrum manni hafa áhrif, en þau hafa áhrif. Veistu af hverju? Veikleika mínum að kenna þar. Hvernig berjistu við þessu, gegn þessu? Með einum hætti, við tókum upp trúna. Og það hefur verið boðskapur sem hefur gengið í gegnum allar kynslóður og þú ert að heyra hann hér og nú.
Þetta svarið. Það ekkert annað svar. Og núna sjáum við og skiljum við það betur hversu mjög trúin nauðsynleg. Það ekki? Við sjáum ekki alltaf þessa nauðsynlegu trú, en þegar við setjum okkur á þann stað þar sem við erum að ræða trúna, þá kemur hún algjörlega fram. Og við segjum, víst trúin nauðsynleg. Svo sannarlega hún það. Svo sannarlega má röddin ekki þagna sem að greinir frá því að Jesús sá sem hann er. Hann ekki upp í kirkjugarði, því get ég lofað. Hann risinn upp. Eins og sagt á Englandi sögðu við ágætu konurnar þegar það kom að gröfinni, af hverju það að leita hans hér? Hann risinn upp. Og það þann sem við erum að boða. Sem þennan upprisið, líf, dó, en núna hann upprisinn. Mynda hverju þetta? Þér upprisnum. Mér upprisnum. En verkefni það, og með ég enni hér, þarf að láta vita af þessu. Þetta eiginlega boðskapur allra annara boðskapa fyrir einstakling. En við erum ekki mjög upptekin af þessu. Við erum 1000 sinnum uppteknari af efnahag, lands og okkar eigin. Heldur þessu. Sum okkar komin við aldur. Það megi ekki segja það kall sem að verða 70, hann sé nú komið við aldur. Og maður hefur lifað sínu lífi. Og ég svo sem ekki neitt að hugsa einhver endalok. Mér var það ekkert þau. Ég hef ekkert það að segja. En ég get talað Jesú. Og Guð gefur mér kraft þess að tala hann og mig dreg andan. Ég bið ekki neitt annað. En Jesús mitt hlutskipti. Og Jesús á það inni að ég lofi sig við alla hvert sem Og ég segi, lofum Jesús saman. Við erum saman í að boða Krist. Saman, þó við séum ekki saman, þá getum við samt boða Krist. Erum við að því? Þú heyrir allavega þessi maður að því, ég veit ekki með þig. Og ég get alveg hvatið til þess að vera þeim megin, sömu megin, því að þetta góður staður að vera á. En ég geti miður ekkert skipaði neitt þar, frekar en þú mér. Þannig að þegar við komum í þessi verkefni og önnur tengd Jesú, það algjörlega mitt val. Sem þú og engin annar hefur nein úrslita áhrif á, en getur auðvitað haft áhrif á ef þú ert að hvetja mig til verk og dáða. Þá hefur auðvitað áhrif á það. En ég tek ákvörðunina hvort. Alveg svo Adam, þegar hann heyrði rödd fögru konu sinnar. Og Adam lét undan kerlingunni. En svo bent hann á hana, þetta bara allt henni að kenna maður. Þú akkur vart að gefa mér þetta kerlingum maður. Hún var blessun. Og Adam sjálfsagt viðurkenndi það margótt að hún væri blessun fyrir sig í sitt líf. En svo gerðist þessi hræðilegu hlutur, þar sem að í raun þau snéru baki við Guð. Og það vandi heimsins í dag. Vandi Íslands í dag. Að svo margir snúa baki við Guð. Í Guð. Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Svo allt í einu heyrist rödd. Ég var hræddur við þig og ég faldi mig.
hræddur við hann. Hvað skeiði? Áður fyrir þetta atvik þá, mér lakkar svo til, nú Guð að koma maður, nú verður gaman. Svo allt í einu faldi sig. Svo viðurkennda það, ég er hræddur við þig. Við sjáum að því við þekkjum átt Guðs að þessi óumbreytanlegi Guð breytti sér ekki neitt. En maðurinn var alveg öndverður í sinni skoðun frá því sem áður var. Og þar skilur á milli. Feigs og ófeigs. Já, í orðana fyllstu merkingu feigs og ófeigs. Þannig við sjáum að trúin er grafalvarlegt mál. Trúin er svo grafalvarlegt mál að hún skilur á milli lífs og dauða. Trúin flytur þig nefnilega til Krists. Vantrúin ekki. Hvert flytur hún þig? Ekki til ríkis Guðs, svo mikið veit ég. Og að því að ég vill ekki að þú endir þar, en þú tekur val fyrir þig, þess vegna erum við að boða trú á Jesú Krist og hann upprisin. Þannig að þetta er góður boðskapur. Æja, bara stoppuð. Fullur, sennilega. Nei, hún er ennþá, fyrir ekki þig. Hvað er ég að rugla maður? Það nú pláss á diskinu, ég held að diskurinn væri honum fullur. Ekki svona fullur. Þetta er bara fullur. Diska fyllat. Hvar voru við í leiknum? Ég man það ekki. Og hvað er ég búin að tala lengi? Já, við setjum að glera núna, svo skoðum við þetta allt saman. Skoðum þetta allt saman, hálftími. Ef að halda eitthvað áfram. Jú, við skulum halda eitthvað áfram. Út í að diskurinn er ekki fullur. Og haldum við áfram. Það er lifandi Guð. Hann er góður Guð. Við erum sammála það eða hvað? Erum við ekki einu sinni sammála það? Ég ætla nú rétt að vona það við séum sammála það að hann sé réttlóttur Guð. Hvað er réttlæti? Réttlæti er ekki í heiminu, það get ég lofað. Og ef þú ert þar, þá skil ég þessa spurningu mjög vel. En réttlæti Guðs er allt annað. Þegar þú eignast trú þá líka skilur hvað réttlæti Guðs er og hvað það er mikilvægt fyrir þig að eigna þér hans réttlæti. Og öll þessi dómharka, hún víkur í réttlæti Guðs. Þú lítur ekki smáum augum á sjálfa þig. En þú hins vegar lítur réttum augum á sjálfa þig. Og hvað sérðu með réttum augum sjálfstíns? Mannesku sem þarf á Jesú að halda. Mannesku, dauðlegri mannesku sem velur sjálf hvar hún endar. Og ég segi, ég er á leið til Jesú. Hvað segir þú? Ertu sama sinnis til hamingju? Þá veist þú hvert þú ert að fara. Þannig að boðskapurinn Jesú Krist er að öllu leyti gildur og verður gildur áfram vegna þess að Jesús lifir. Það er ástæðan fyrir því að hann er það sem hann er. Hann lifir. Hann er nefnilega ekki upp í kirkjugarði. Þannig að þú þarft ekki að fara með blómsveig og leggja á leiði hans, því að þú finnur það hvort þið er ekki, því að hann fekk, grafreit, en það er enginn þar. Konurnar komu til þess að búa líkið, en þeir fundu engan. Og hvað sagði ekki engillinn? Af hverju er það að leita að honum hér? Hann er upprisinn.
Og hvað í raun og veru var hann að segja við þær? Farið að starfa og látið þið vita af þessu til þess að fólki komi til Jesú og verði hólpið. Það er það sem hann var að segja. Ekki vera að leita að Kristi meðal hinna dauðu. Dauðafólki upp í kirkjugarði. Það er ekki rétt. Já, dauða líkami hinna dauðu þar. Það sjálft einhvers staðar annars staðar. Sumir hjá Jesú, aðrir einhvers staðar annars staðar en þar. En þú heldur áfram að vera til. Það er kjarnaboðskapur sem er mjög gott að tala þó að kannski ykkur finnist það óþægilegt. Og hvað er ekki óþægilegt fyrir sumt fólk? Ég veit það ekki. Ég veit hvað er rétt. Ég veit að það er rétt af mér og þér og okkur öllum að tala Jesú. Tala hann upprisinn í krafti andans. Við getum það, við megum það, við eigum að gera þetta. Drottinn hindrar þetta ekki, að þú gerir þetta. Fólk mögulega hindrar það. En fólk er ekki Guð. Fólk er bara eins og ég. Stundum þetta, stundum eitthvað allt annað. En Jesús er hinn sami. Þetta er því alveg rosalega magnaður boðskapur sem þessar ágætu konur fá þegar engillinn spyr, akkur er það að leita að hérna? Hann er upprisinn. Og þær fylltust fögnuði. Hann sem að þær elskuðu raun og veru var upprisinn, hann var ekki dáinn. Voru þær að ná þessu? Já, mér sýnist að þær hafi gripið þetta bara 2 höndum. En við sáum alveg viðbrögð postulana, bræðra þeirra og kannski systra. Hvað sagði ekki Tómas? Við hlægjum alltaf að Tómas, því hann er svo mikill efasendamaður og við erum aldrei neinir efasendamaður. Ef ég get ekki stungið fingri mínum í naglafærið í lóa, þá skal ég aldrei trúa. En Drottinn, að því hann var upprisinn, þá heyrði hann þetta. Þannig bara er málið. Hann heyrði þetta. Tómas, hann gerði svona, stingdu puttanum í sárið og hann gerði það. Nú skaltu trúa. Eitthvað er þeim dúr. Það var að fá staðfestinguna. Puttinn gekk inn í sárið. Ding, kannski fór gegn, ég veit það ekki. En þá trúða. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó, sagði Drottinn. Sæll ert þú að þú trúir þessum orðum. Þú þarft ekki neina staðfestingu, bara hjarta að segja, já, þetta er svona. Besta mál. Þetta er maður. Hann þarf trú. Hann elskar trú. Allir sem eiga trú líka elska sína trú. Og ég skil það mjög vel. Því sjálfur elska ég mína trú. Og Drottinn hefur gefið mér þá ræktarsemi að rækta mína trú. Og ég segi, ég geri ekkert betra gagn en það að rækta mína trú. Hvað með þig? Ræktar þína trú? Það er þess vegna sem við erum að þessu. Það er til að hvetja menn til að gera akkurat þetta. Rækta sína trú. Það er ekkert annað jafn gagnlegt. Trúin er í dag. Trúin er hér og nú. Kristur er hér og nú. Af því hann er upprisinn. Hann dó en hann reis upp. Og konurnar fengu þessa spurn, hvað er að leita á honum hérna? Af hverju? Það var komið nýtt. Upprissan var komin inn. Hún var ekki áður, en hún kom inn
eftir þetta atvik. Hún er ennþá í gangi, upprissan. Þannig að þú getur kannski ekki fagnað, maður fagnar nú kannski ekki svo mjög yfir því að ef ykkur deyr frá manni, en þó getur maður glaðst í sínu hjarta ef maður veit á hvaða leið þetta fólk var í lifanda lífi. Það er ju kristi núna. Og það breytir allir þessari sorg yfir í einhvað annað. Þannig við sjáum ekki ný að trúa á Jesú. Ávinningurinn er á öllu leyti mikill. Og hann er ekki á einhverju einu sviði. Hann er á miklu fleiri sviðum en einu. Það er til þess að uppörfa þig í þessum sorgar og sorg og sút sem heimurinn er að bjóða. En ég segi þetta gengur alltaf en þó, það kom að einhver smá skekka í þetta á þeim. Við verðum bara að búa við það og látum þetta bara vera svona við þetta. En Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.